Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig við reiknum með hlutföllum. Arnór og Gissur tóku þátt í getrunum. Arnar borgaði 2000 og Gissur 3000. Í hvaða hlutföllum borguðu þeir fyrir miða? Arnar er á undan í textana, þannig að við skulum hafa hann fyrir framann. Hann borgaði 2000, Gissur 3000, hann er fyrir aftan. Ég ætla að stytta þetta með því að deila með 1000 báðum megin. Þeir borguðu hlutföllunum 2 á móti 3. En hvernig ættu þeir að skipta með sér 30.000 króna vinningi? Jú, Arnar á að fá 2 hlut á móti hverjum 3 hjá Gissuri. Þannig að þeir eru samtals með 5 hluta. Þá skipti ég 30.000 í 5 parta. Hver hlutur er 6.000. Arnar fær 2 sinnum 6.000. Hann fær 12.000. Og Gissur fær 3 sinnum 6.000 því hann borgaði 3 parta. Hann fær 18.000. Og 12.000 pluss 18.000 eru 30.000. Það er alltaf ágætt að tryggja að maður sé að gera hlutina rétt. Lengkongabíll eru hlutföllunum 1 á móti 24. Miðað við frummyndina, hann er 16 cm á lengd. Hvað er frummyndin löng? Fyrir hvert centimeter í leikvangabílnum þá eru 24 í alvöru bílnum. Þannig að þá þurfum við bara að margfalda 16 sinnum 24. Hann er 384 cm sem er tæpir 4 metrar.